Komið þið sæl. Það var nú bjartur og fallegur dagur hér á sunnan- og vestanverðu og við sjáum hér hversu það nánast algjörlega heiðskýrt á þessu svæði en aftur á móti blái liturinn hér á norðvesturhorninu og svo allar austast. Það eru snjóélin sem voru hér í grennd. Svo hérna þessi hvítu toppar hérna, þetta eru hæstu skýin á svæðinu. Þetta eru raunverulega innrauðar myndir, þetta eru 3 innrauðar myndir sem eru lagðar ofan á hver aðra til þess að skapa þetta. En við skulum þá líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér að tökum eftir þessari litlu lægð hér rétt austur af Hvarfi á Grænlandi að hún verður hér áfram en móðurlægðin svona hún eyðist hér þegar hún færir sér hérna til suðausturs og svo lægðin hér austur af norður Noregi sem að svona heldur að okkur kaldara lofti og vindáttin verður heldur norðlægar á morgun. En á hitasviðinu þá ósköp lítið að vera fyrir en að þessi lægð hér austan við komin nóga norðarlega þá ýtir hún köldu lofti hérna suður eftir og við fáum svona kaldari loftmassa yfir landið þó svo sem það hafi nú lítil áhrif á kannski hitatölu dagsins því að það mun þykna upp hjá okkur annað kvöld og það aftur á móti dregur á móti úr frostinu þannig að þetta held svona svolítið í hendur. En þróunin í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun, sjáum hérna éljagang sem hérna fyrir norðan og austan, það dregur úr úrkomunni hérna á norðvesturhorninu en hann verður svona nokkuð viðvarandi hér allra austast og það verður ágætlega bjart svona skýjað með köflum eða bjartviðri hérna á sunnan- og vestanverðu á morgun, það verður ansi kalt, það getur farið niður í kannski einhverja 15 gráður inn til landsins og þá sérstaklega hér á norður- og norðausturlandi þar sem verður hvað kaldast. En að öðru leyti þokkalegasta veður og svo þegar við lítum aftur á móti á þróunina, eins og áður sagði þá þyknar upp hér seinnipartinn annað kvöld og þá förum við líka að sjá í skilabakkan hérna suðvestur undan sem að í raun fylgifiskur lægðarinnar sem var við Hvarf og hún mun síðan koma örlítið nær okkur þannig að nú gerast bara ráð fyrir að þetta nái inn á land. Þannig að en hádegi á þriðjudag þá svona jaðarinn á skilunum að nálgast landið og eins og spár eru núna þá mun þá snjóa seinnipartinu við lítum það betur eftir. En nánast frost á öllu landinu, einna helst kannski allra syðst og eins og í Vestmannaeyjum og undir Eyjafjöllum þar sem hiti gæti skriðið rétt yfir frostmark. Þannig að það svo þegar við lítum síðan á seinnipartinu á þriðjudagskvöld þá sjáum við þegar að þessi bakki kemur hér inn og nokkuð hvass vindur með þessu í leiðinni. Líklegast verður þetta snjókoma nánast allstaðar nema þá ef við skildi hérna allra syðst að þetta gæti orðið rigning eða slitta. Síðan á hádegi á miðvikudag þá liggur skilabakkin hér yfir suðaustanverðu landinu með snjókomu, einhver smá él svona víðast hvar annars staðar en þetta óttalega lítil og úrkoma og eins og áður sagði hitinn svona kringum frostmark hérna syðst en líklega svona vægt frost víðast hvar annars staðar. Á fimmtudag síðan gert ráð fyrir enn einni lægðinni, spár eru engan veginn sammála það hvað hún ætlar að verða ágeng þessi eða hversu nálægt landinu hún kemur þannig að þetta svo útgáfa sem í gangi í dag þannig að það ekkert ólíklegt að þetta eftir að breytast og þá það einhver éljagangur fyrir norðan líka en eins og áður segja þá ber að taka þessu með smá fyrirvara. Förum þá yfir til Evrópu, þar hið ágætasta veður hér yfir Skandinavíu hérna í hæðinni yfir botni Eystrasalts og Finnska flóa og síðan mjög víða skúraleiðingar á vestanverðu meginlandinu og ná svo hérna niður í Miðjarðarhafið og fara hér alveg austur og inn í botn og svona eyðist smá saman þar þannig að það víða skúrir og hérna þessu fylgir þrumur og eldingar nokkuð víða og svo þegar við færum okkur hérna vestar og sjáum við að það samfelld úrkoma hér við norðurströnd Spánar en hins vegar í suðurhluta Spánar þá mun betra veður og sömuleiðis með Portúgal að úrkoma nær svona kannski niður undir mið Portúgal eða svo en svo sunnan til hins vegar mun bjartara. Kanari mjög, þetta nú ekki flókið, þetta bara léttskýjað og ágætlega hlýtt. Það ekkert meira það að segja og svo þegar við höldum vestur haf þá við með þessar lægðarbólur hér við vesturströndina og þær gefa nokkuð ákveðna úrkomu en lægðin hér við austurströndina hins vegar búin að sleppa landi og við tekur svona þokkalesta veður mjög víða. Einhver smá él í austurhluta Kanada en ekkert sem heiti getur. En við látum þetta gott heita í kvöld, verið sæl.